ótrúlega óásættanlegt. Ég held að við getum sparað peninga með þessu og ég hef enga trú á því að það sé neitt annað en jákvætt við þetta. Menn sortir þetta áfram samviskusamlega í gámana. Aðeins varandi hlið 312, þar sem að Breiðtorg, Breiðdal. Ég líst vel á þessar hugmyndir sem þarna verið að viðra og verður mikil lyftistöng fyrir þetta svæði og þetta hefur verið unnið að mínu viti nokkuð faglega það sem hefur verið gert þarna og bara jákvætt að menn skuli vera að svona vinna það áfram. Auðvitað kostar þetta peninga og þarf að vera, hann þarf að vera til en á sama tíma er auðvitað mjög gott að íbúar og þeir sem eru með atvinnustarfsemi á þessu svæði fái að fjalla það og koma að þessari vinnu þar sem þetta skipulag er. Og svo aðeins, fyrst að ég er nú ekki vanhæfur í 313, að þá ætla ég nú auðvitað að fagna því að menn skuli vera að skoða það að breyta deiliskipulaginu á þessu svæði. Vandamálið auðvitað til dæmis á Eskifirði það að það er engin staðsetning sem hægt er að benda mönnum á ef menn vilja byggja geymsluhúsnæði, bátaskýli eða hvað það er. Menn getur ekki einu sinni sett niður gáma þó fyrir geymslu á Eskifirði, menn sem er bent á Norðfjörð eða Reyðarfjörð. Og þetta er auðvitað alveg óásættanlegt. Og á Reyðarfirði auðvitað þarf að taka hér gámasvæði og laga líka, en það er svo sem önnur ella. En að því að sveitarfélagið hefur nú til dæmis verið að berjast fyrir því, eða gegn því að menn séu með gáma við hús og heimafyrir og einkalóðum og út allan bæ, að þá verður að vera til eitthvað svæði sem hægt er að benda mönnum á að fara með gáma. Það gengur ekki að segja fólki að fara með þá og þá spyr fólk hvert, já, fara á Norðfjörð eða eitthvað. Fyrir utan það að það gámasvæði þetta tekur ekki endalaust við. En fagna því að menn skuli vera hugað að því að breyta skipulaginu þarna og þetta þurfa að vera bara ákveðnar reglur það að þetta svæði sé snyrtilegt og kannski líka bara það hvernig húsum munum eiga að byggja og annað slíkt. En örugglega jákvætt. Takk. Þú vilja sagði vilja fleiri þessi ljós undir einhverja skip og umhverfisnefnd eða fullt ekki það. Svo virðist ekki verið í byrjun eftir samþykktar. Við sagðum með 9 ákvæði. Þá er hérna næst á dagskrá fundargerð Hafnarstjórn númer 232. Eða í nokkrum menningarskrifstofum fá að taka til máls og spurning til nokkrum liðum að vekja athygli á nokkrum liðum. Hafnarstjórn, það fyrsti liður fengum ágætis erindi frá Pétri Elísinni varðandi Höfn og Breiðdalsvík, þar sem menn hafa verið svona við hefur verið vissum svona endurgerðum þar, bæði lýsingu og aðkomu og fleira. En leiði var Elías að benda okkur á og brýna að það er bátarnir stækka, þeir eru ekki óhjákomið, því ekki viðkomið að öðruvísi en að þeir eru að stækka þeir bátar sem þarna leggja upp, það er línubátar. Og var svona með hugmyndi sem við tökum bara inn í okkar vinnu og munum skoða áfram, sérstaklega með viðlegupláss og einnig hreyfingu, höfn og fleira. Síðan hér liður 2 endurnýjun dráttabáts sem er mjög stórt verkefni sem við erum byrjað að fara að skoða. Það tekur nú svolítið tíma og það þarfnast töluvert undirbúnings að taka þau skref inn í framtíðina. Það liggur fyrir að við þurfum að það er að koma endurnýjun þörf á dráttabátinn sem við erum með hér við Fjarðabyggðarhafnir til framtíðar litið. Við þurfum þá stærri bát, öllum líkindum og hugsanlega með öðruvísi búnað og svo framvegis. Þannig að við erum að hefja þá vegferð að byrja á svona þarfagreiningu á því að skoða hvað þarf að vera til staðar í slíkum bát, hvernig hann skal vera útbúinn, best hann þjónusti hafnirnar okkar. Því að það er sama þar og með bátana sem er að stækka, línubátana í minni höfnum, að stóru skipin eru líka að stækka. Á öllu líkindum þurfum við 2 báta hér inn í framtíðina til þess að eiga við þá miklu umferð sem hér er nú þegar Og jafnvel þá spurningin menn að fara í nýsmíði eða kaupa uppgert. Þetta er allt saman bara hluti sem við þurfum núna að vinna að meta og við fórum núna starfsmönnum að byrja að fikra sjálf með þessa vinnu. Þannig að við hefðum þetta næsta ár til þess að fara í gegnum það, til þess að við getum fara að taka þá ákvarðanir upp á fjárfestingar framtíðarinnar. Við höfum líka tókum fyrir þetta erindi að þiggja það boð Cruise Iceland að nýta okkur sameiginlega starfsmann. Cruise Iceland eins og þið þekkið, það er samtök hér á Íslandi í tengslu við komu skemmtiferðaskipa
Við höfum verið í samstarfi þar frá því að svo ákvörðun var tekin 2007 að hefja markaðssetningu Fjarðabyggðar fyrir skemmtiferðaskip. Það var gert þá, hefur verið afskaplega lítið undir vegna þess að það skal ekkert svo sem bannmetið að það eru ýmsar skoðanir á komu skemmtiferðaskipa. Bæði hefur ferðaþjónustan líka skoðanir á því hvernig þetta hversu miklu þetta skilur eftir sitt, hvernig við þurfum að hugsa þetta út frá loftslagsmálum einnig. Þannig að það í gangi núna heilmikil umræða innan menningar- og nýsköpunarnefndar sem fer með ferðamálin og hefur kallað eftir og haldið fundir út í samfélaginu til þess að átta okkur á því hvernig við viljum snúa okkur í þessum skemmtiferðaskipum málum. Viljum við markaðssetja okkur frekar? Viljum við bara einfaldlega ekki vera skemmtiferðaskip að viðkomustaður? Það eitthvað sem við teljum og láta það öðrum sem það í því eru njóta þess. Þetta allt saman hluti sem við þurfum að svara og setja hann í stefnu og ákveða. En á meðan tökum við þátt í þessu samstarfi með Cruise Iceland og þessi stóra sýning sem haldin í Miami ár hvert mjög mikilvæg í þessari markaðssetningu og við munum nota okkur starfsmann þeirra þar til að svara fyrir okkar hafnir. Við vorum með 11 komur held ég á þessu ári, meira með allar á Eskifirði. En aftur á móti að breytast líka skemmtiferðaskipa samsetningin og það eitt sem hafnarstjórnin var að ræða. Það orðið meira minni skip sem ekki landtökum, koma ekki að bryggjum, heldur setja fólk á land, jafnvel á eyðivíkum og annað slíkt, svokallað explorerskip. Og þetta líka umræða sem við þurfum að átta okkur á hvernig viljum við snúa okkur í, hvernig viljum við stýra þessari umferð. Því það eiginlega ekki heldur boðlegt að þetta sé án þess að sé nokkuð stýring á því. Menn geta gert það með að semja bara í landeigendur beint. Þá getur enginn sagt neitt við þessi sett í land með bátum. En þau skip munu engum tekjum skila fyrir Fjarðabyggð, svo lengi sem það leggjast ekki upp á bryggjum. En á sama tíma náttúrulega njótum við þess eins og aðrir hér austan að það gríðarlega mikil fjölgun í komu skemmtiferðaskipa til Seyðisfjarðar, Djúpavogs, sérstaklega á Seyðisfirði, það alltaf ekki 50 komur á þessu ári og mikill hluti þeirra ferðamanna kemur hingað í hverfin í skoðunarferðir af þessum skipum. Þannig að þetta að vinna hér þvert á sveitarfélagsmörk. En þetta eina af þeim umræðum sem þarf að taka núna á komandi ári og klára þá stefnu hvað Fjarðabyggð vill gera með skemmtiferðaskip til framtíðar. Síðan hér mjög skemmtileg draugar sem eru hér sérstaklega líka til umfjöllunar eftir það eru reglur endurgerð, viðhalds og endurgerð gamalla bryggja sem við mæla fyrir og eftir og fara þá sérstaklega. En það var ekki fleira í þessum, vilja fleiri þessi hljóðs undir fundargerð Hafnarstjórnar. Svo virðist ekki vera... Þetta hættur að sjá, sagði það. Gefðu sagði, gerðu svo vel. Sagði Guðjónsson vorið. Ég setti upp glerur þá. Þetta er í sjó. Haldið með á bak við glerur. Það þetta með síma. Já, forseti góðir fundarmenn. Aðeins að koma inn á Hafnarstjórnarmálin. Og Jón Björn hefði ekki alltaf að hleypa mér að, frekar vanalega. En fagna þessu erindi frá honum Elís Pétri. Það auðvitað ekkert betra fyrir hafnarstjórnarfólk en að fá erindi frá þeir sem að starfa á höfnunum alla daga. Og enginn betur með puttan á púlsinum það heldur en náttúrulega fólki sem þar. Og ég þykist vita það að Elís Pétur sé þarna alla daga og hann var þarna í vonda veðrinu núna og var einmitt að lýsa því fyrir mig bara hérna á leiðinni hingað hvernig þarna hefði orðið vandamál ef að þessi skip hefði verið í höfn þegar veðrið gekk yfir og var það þó ekki eins vont og spáð var. Þannig að auðvitað tökum við þessar hugmyndir hans ásamt fleirum frá okkur og reynum að fara að vinna úr þeim. Það er auðvitað óheppilegt að þetta erindi skuli koma rétt eftir að við klárum fjárhagsáætlunargerðina en engu að síður að við auðvitað bara höldum þessu áfram og vinnum þetta áfram og í síðasta lagi þá ættum við að geta gekið einhvern tillit til þess að þarna vantar gerð næstu fjárhagsáætlunar. Varðandi lið 4-3, hafnarkantinn við netavegstaði á Naustahvammi 9 á Norðfirði, nýja netavegstaði á Norðfirði. Þar eru rekstraraðilar að biðja okkur að setja stuðningspolla við skipin sem koma til með að standa langt fram af húsinu. Og ég verð nú að viðurkenna það að ég hef nú ekki tekið eftir í því þegar ég var að skoða teikningarnar að þessu að frá því að við hönnuðum þessa höfn
og var gerð alveg í samráði við þá sem þarna að hefja rekstur, að þá hafa þeir speglað húsinu. Það í raun og veru að kosta þessi vandræði sem við erum svo að leysa úr núna. Það að segja að nóta geymslan komin að vestanverðu í húsinu en var áður teiknuð austanverðu. Og mér finnst allt til að það komi fram í umræðinni að þetta svolítið heimatilbúið vandamál, en það breytir ekki því að þetta vandamál og við auðvitað hjálpum staðið að leysa það. En það svona megin ástæðan fyrir því að hafnarkanturinn ekki að skila því sem hann átti að vera að gera, samkvæmt upphaflegu teikningum. Já, varðandi dráttabátinn, við erum með pínu lítinn en öflugan dráttabát og lengi vel var þetta næst öflugasti dráttabátur á Íslandi. En hann allt of lítill og eins og Jón Björn kom inn á, skipin hafa verið að stækka og það er ekkert margir eftir sem gera sér grein fyrir því hvað þessi dráttabátur mikið notaður og ekki bara hér við Álfshöfnina eða Mjóarhöfn, heldur út á Norðfirði og alls staðar þar sem skip koma að, tala ekki ef það í vondu veðri. Og bensínskip til dæmis eða olíuskip á að koma til hafnar nema hann sé viðstaddur og hefur nokkur sinnum legið við slysi eða strandi eða óhappi út af því að menn lenda bara í þeim aðstæðum, veður breytist eða eitthvað bílar í skipunum og þá þetta ræður þessi litli dráttabátur okkar ekkert við það. En eins og Jón Björn kom líka inn á þetta kostar mikla peninga að endurnýja hann og þess vegna erum við nú bara að opna á þá vinnu. Það þarf þetta þarfagreina hvað við þurfum stóran bát og hugsanlega við höfum nú verið svo heppnir að við höfum verið með samning við björgunarskipið á Norðfirði að þjónusta lósskilduna þar og svona hluta til dráttabátana þar. Nú fyrirhugað að breyta skipinu þar í svona minna en hraðgengið skip, björgunarskipið og þá ekkert víst að við getum notað það áfram í að þjónusta Norðfjörð þó að það væri þetta bara mjög gott, en það allan ekki víst. Þannig að öllu þessu athuguðu þá þurfum við að skoða þessi mál og á einhverjum tímapunkti þurfum við að endurnýja eða bæta við báti. En allavega það þarf að skoða þetta vel og vinna þetta rétt og svo náttúrulega þarf það að vera í þessari umræðu líka að aðrar hafnir eins og við Eyjafjörð fengu ákveðin styrk í að kaupa þennan dráttabát vegna þess að þetta öryggistæki líka. Dráttabáturinn hluti af öryggisneti sjófarenda og hefur yfirleitt alltaf verið kallaður til að minnsta kosti þegar skip stranda og eins við leit og björgun. Og Reyðarfjarðarhöfn skilgreind sem neðarhöfn á Íslandi, 1 af 6 og það hlýtur að þurfa að fylgja því eitthvað fjármagn og einhver aðgerð að hér geti og við erum í raun og veru skylduð til þess að taka á móti löskuðum skipum og þá auðvitað eins gott að hafa öflugan dráttabát til þess að geta gert eitthvað í því. En bara það að dráttabáturinn okkar þurfa að fara í slipp á 2 ára fresti hefur kostað til dæmis bara töluverð vandræði. Við höfum fengið lítinn bát frá Höfn í Hornafirði sem gerir auðvitað ekki neitt ef eitthvað kemur upp á. Þannig að það mjög gott að skulu vera hugað að þessu en á sama tíma ger ég mig grein fyrir því að þetta gríðarlega dýrt og þetta líka dýrt í rekstri. Þannig að það þarf að gera þetta rétt og vel. Takk. Það fyrir Sævar vilja fleiri hverslu sem hundi ekki hans þegar taka yfir niður. Ég sé ekki fram með það. Já, það rautar. Já, svo verðist ekki að ég berur til Sæðardals. Þú Sæðard með 9 atkvæði. Þá næst fundagerð íþrótt tómstundar nr. 67. Orðið Röst, Pálína Margeirsdóttir þetta máli, gerðu svo Pálína. Forseti Staðgil bæjarstjóra og góðu fundamenn. Mér langaði aðeins að hlaupa hérna við lið 5-3 í fundagerð íþrótt og tómstundarnefndan með 67. En eins og Jón kom inn á áðan, þá vorum við þarna með niðurstöður úr könnun frá rannsóknum og greiningu
En könnun þessi, hún er lögð fyrir alla nemendur í 5. til 7. bekk í grunnskólum á Íslandi í febrúar 2019. Þarna fengum við 12.000 svör sem er 87% á landsvísu og spurningalistinn, hann inniheldur 56 spurningar á 20 blaðsíðum og eins og ég sjáu af þessari upptelningu þá er þetta viðamikil könnun. 56 spurningar finnst mér nú bara ansi vel í lagt og heilmikið fyrir 10 ára gamalt barn að svara. En það breytir því ekki að þessar kannanir segja okkur heilmikið og eiga að nýtast okkur sem mælitæki í öllu okkar starfi, íþróttastarfi, frístundum og skólum og kannski síðast en ekki síst okkur foreldrum. Þarna eru margar áhugaverðar spurningar og áhugaverð svör. Og ekki ætla ég nú að fara yfir þessar 56 spurningar með ykkur þó það hefur vissulega verið skemmtilegt en mér langar að taka hérna 2 fyrir og önnur þeirra er svo þar sem spurt er samband við foreldra og fjölskyldu. Mér finnst þetta bara sláandi niðurstöður en þar eru 3,5% og þá er ég að tala börnin okkar hér í Fjarðabyggð sem segja að það frekar eða mjög erfitt að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum. Og á þessu hefur engin breyting orðið frá því 2017 og mér finnst þetta bara mjög sláandi niðurstöðu fyrir okkur foreldra. Að börnin okkar telji sig ekki geta fengið þá ást sem þau eiga skilið heima hjá sér. Önnur spurning sem ég langar líka aðeins að deila með ykkur en það eru sem sagt þá sem segjast hafa sent ljót eða særandi skilaboð til einstaklings eða hóps og nú er ég bara að tala börnin okkar hérna í Fjarðabyggð aftur. En þar eru tæplega 80% stúlkna og 85% drengja sem aldrei hafa sendt svoleiðis skilaboð. Bara aldrei. En það voru samt rúmlega 50% stelpna og 75% drengja sem hefðu móttekið slík skilaboð. Og þetta hlýtur að vera eitthvað fyrir okkur foreldrar að skoða. Þarna er greinilega mjög mikið mistúlkun á því sem að við teljum að við sem að senda frá okkur og því sem við erum að móttaka. Og þarna, þessar spurningar séu alltaf kannski út frá því að þetta er ekki bara eitthvað sem er mælitæki fyrir skóla eða þá sem er í starfinu okkar. Þetta þurfum við foreldrar vissulega líka að skoða. En í umræðum í nefndinni, eins og Jón kom einnig inn á áðan, þá í framhaldi af þessari skýrslu, þá ræddi nefndin svolítið hvað gerum við svo með þessar upplýsingar. Ég veit alveg þetta tekið fyrir í skólanum og svona, en okkur fannst kannski við séum ekki að vinna alveg nógu markvisst með þau svör sem við fáum úr þessu og innan okkar raða í Íþrótta- og tómstundanefnd er til dæmis forvitnarfulltrúi VAFA, Salóme Rut Harðardóttir og hún var að kynna það fyrir okkur að í VAFA er til dæmis svona forvarnarteymi sem fer bara mjög markvisst í það að vinna eftir að svona kannanir hafa komið út og okkur fannst það bara frábær hugmynd þannig að nú stefnum við á það að koma okkur upp svona teymi sem gæti þá unnið markvisst með það sem kemur út úr þessum könnunum. Takk. Það verið planlega að fleiri þessi ljós til fundargerð Íþrótta- og tómstundanefndar. Svo verðist ekki vera í byrjun til samþykktar og það sagði 9 atkvæði. Þá var að fundargerð fræðslundur nr. 77 orðið í lausnarmann við þessi ljós. Svo verðist ekki verið í byrjun til samþykktar og það sagði 9 atkvæði. Þá erum komin liðin almenn mál og það er fyrst liður sem er Rafveita Reyðarfjarðar sem hefur verið umfjöllunar í bæjarráði sem trúnaðarmál en er vísað hér inn til umfjöllunar og snýst málefni hennar leið og ég opna þann lið þá mæli ég fyrir honum og legg hér fram sameiginlega bókun bæjarstjórnar sem er þá hér til umræðu einnig og mun fylgja liðnum. Fyrir fundi bæjarstjórnar liggja fyrir kaupsamningar af fjárhæð 440 milljónir króna ásamt fylgiskjölum 1-4 við Rarik ohf. Fyrir hönd Fjarðabyggðar og Rafveitu Reyðarfjarðar sölu og dreifikerfi og spennistöðvar Rafveitu Reyðarfjarðar, auk búnaðar og tækja sem fylgja eiga. Einnig kaupsamningur á fjárhæð 130 milljónir ásamt fylgiskjölum 1-7 við orkusöluna fyrir hönd Fjarðabyggðar og Rafveitu Reyðarfjarðar sölu og raforkuviðskiptum Rafveitu Reyðarfjarðar yfirtöku og samningu við Landsvirkjun ásamt rafstöð og stíflu. Kaupsamningar þessir eru háðir fyrirvara samþykki samkeppniseftirlits hvað varðar orkusöluveitunar og samþykki iðnaðarráðherra á yfirtöku Rarik á einkaleyfi Rafveitu Reyðarfjarðar til orkudreifingar. Rafveita Reyðarfjarðar er síðasta dreifiveita rafmagns hér á landi í beinni eigu
og rekstri á hendi sveitarfélags, en umhverfi og regluverk sem Veitum sett í núgildandi raforkulöggjöf verulega snúið og umfangsmikið orðið. Langt árabil hefur Rafveita Reyðarfjarðar framleitt 5% af því rafmagni sem hún endurselur, en 95% hefur verið keypt á heildsölumarkaði og það ásamt auknum kröfum í rekstrarumhverfi, samkeppni á raforkumarkaði og tæknilegum lausnum gera sveitarfélaginu erfitt fyrir með áframhaldi rekstur á henni í sínu starfsumhverfi. Því telur bæjarstjórn rétt að selja áðurnefndum aðilum Rafveitu Reyðarfjarðar sem sérhæfðir eru í rekstri rafmagnsveitna og sölu raforku í samkeppnisumhverfi, enda geti þeir nýtt stærðarhagkvæmni og veitt sömu þjónustu til viðskiptavina veitunnar til framtíðar. Þá eru Rarik og Orkusalan í opinberri eigu með starfsemi á Austurlandi og þannig tryggt að notendur veitunnar sitji við sama borð og aðrir íbúar landshlutans hvað varðar öryggi og þjónustu. Jafnframt vill bæjarstjórn að þeir fjármunir sem sveitarfélagið fær í sinn hlut eftir greiðslu skatta af sölu þessari renni fyrst og fremst til uppbyggingar íþróttahúss Reyðarfjarðar ásamt öðrum slíkum mannvirkjum og samfélagslegum verkefnum þar í samfélaginu. Mun vera að fara í áætlanagerð vegna þess eftir að ákvarðanir sölu hafi verið teknar. Vegna áðurnefndra samninga samþykkir bæjarstjórn að boða verði til íbúafundar á Reyðarfirði mánudagskvöldið 16. desember næstkomandi kl. 20:00 til að kynna málið frekar og aukafundar í bæjarstjórn þriðjudaginn 17. desember næstkomandi kl. 17 þar sem ákvörðun verður tekin. Leið og ég legg þetta fram og þá jafnframt fylgir þessu einnig að í tengslum við þessa samninga hefur verið ritað erindi til fjármálaráðherra því að að ræða að það sem flest allar dreifiveitur Íslands í eigu sveitarfélaga voru seldar fyrir gildistíma raforkulaga árið 2006 og reyna þar á undan. Þá að ræða að við þurfum að greiða þessu tekjuskatt, en við höfum óskað eftir því að fá að greiða þessu fjármagnstekjuskatt og hefur óskað eftir fundi fjármálaráðherra þar og verður tekinn sá fundur leið og hann fæst. Jafnframt rétt að því fylgi að eignir sem eftir verða í tengslum við sölu þessa verði þessi sala ofan á. Þá verða eftir eignir sem eru mettar 40 til 50 milljónir eftir, það að segja áhaldahús, veitunar, bifreiðar og önnur mátæki ýmislega sem ekki tengjast þessum, eða sem ekki fylgja rekstri þessum sem þá til umræðu og ákveðið á í þessum kaupsamningum hér liggja fyrir. Þannig að því sé til viðbætt því sem þarna undir. En orðið laust þennan lið. Eydís Ásgeirsdóttir viðmálið, gjörsamleiðis. Forseti, í framhaldi orðum forseta þá ætla ég aðeins að koma hérna inn á að en svo flestir vita þá hafa málefni Rafveitu Reyðarfjarðar verið til skoðunar og umræðu. Reksturinn flókinn og það þyngist enn frekar utanumhald og stjórnum veitunar með auknum kröfum í raforkulögum. En eins og fram hefur komið þá verður næsta skref að það verður íbúafundur hér á Reyðarfirði á mánudagskvöldið til að fara yfir forsendur og rekstur við rafveitunar. Þennan sama dag verður fundur í eignaskipunar- og umhverfisnefnd og á þann fund hafa formenn íbúasamtaka Reyðarfjarðar, íþróttafélagsins Vals ásamt skólastjórum leik- og grunnskóla hér á Reyðarfirði verið boðaðir til að taka umræðuna. Og svo í framhaldinu verður þá bæjarstjórnarfundur þar sem ákvörðun er tekin. Orðið laust til að reyka þessi ljós Hjördís Þórðardóttir, gerðusvært. Forseti bæjarstjórnar, staðgengill bæjarstjóra, bæjarfulltrúar og gestir í sal. Eins og áður hefur komið fram þá hafa aukist kröfur í rekstrarumhverfinu og tæknilega lausnir gera sveitarfélaginu erfitt með að halda rekstrinum áfram í sínu starfsumhverfi. Og samkvæmt tillögunni þá mun Rafveita Reyðarfjarðar áfram vera Rafveita Reyðarfjarðar þó svo eigendurnir séu ekki lengur Fjarðabyggð og hún mun vera í umsjó sérhæfða aðila í rekstri rafmagnsveitna. En ég tel samt að það sé mjög mikilvægt að við setjum skilmála á kaupsamninginn húsnæði sem hýsir rafveituna og sá búnað sem fyrir hendi, honum verði viðhaldið. Við erum að tala mjög mikilvægan þátt í sögu Reyðarfjarðar. Og eins og stendur í tillögunni þá munu fjármunir sem sveitarfélög fær renna til samfélagslega verkefna hér á Reyðarfirði.
og mér finnst mikilvægt að því sé haldið til haga. Ég sjálf ber mikla virðingu fyrir menningu og sögu Reyðfirðinga og allra í Fjarðabyggð. Rafveitan mér hjartarsmál eins og hjá mörgum öðrum Reyðfirðingum. Þess vegna tökum við ekki þessa ákvörðun nema sé búið að kynna hana fyrir íbúum Reyðfirðinga. Takk fyrir. Þakka fyrir Hjördís. Vilja fleiri hverju Ljóðs og Rúnar Gunnarsson gera svo vel. Forseti, staðgengill bæjarstjóra, bæjarfulltrúar og fólk í sal. Ég fagna því að við skulum vera búin að fá þá niðurstöðu að við viljum alltaf kynna þetta á mánudaginn áður en að ákvörðun verður tekin. Í prinsipinu erum við Miðflokksmenn á móti svona sölu, en það bara ekki hægt að framkvæma þetta svona. Orkupakki 2 gerir það verkum að það búið að skilja á milli framleiðslu og sölu. Og það búið að fara mjög vel í gegnum þessa hluti alla saman hér. Ég var nú að lesa einhvern lista áðan einhverjum spurningum og ég held að ég fá skoðuð allt saman. Þannig að ég var mjög efins í upphafi, en þau sem eru hér með mér í bæjarstjórn voru hérna líka 2016, þannig að þau þurftu ekki eins mikla kynningu og ég. Og eftir allt sem ég búinn að fara í gegnum í þessu, þá held ég að þetta sé ekki framkvæmanlegt. Að reka Rafveitu Reyðarfjarðar eins og staðan í dag. Hún svo svakalega lítil, hún aðeins að framleiða 5% og hittir var gamla með í einhverjum uppboðsmarkaði sem auðvitað ekki í verkahring sveitarfélags og vera einhverjum uppboðsmarkaði með raforku. Það eru aðrir sem eru miklu betur í því. En eftir ég búinn að skoða þetta allt saman, þá ég sammála þessari sölu að það sé eina sem í stöðinni. En svo verður þessi íbúafundur og ég vona að mann komi þar með einhverja nýjar upplýsingar sem við vitum ekki. Takk. Það verður orðið laust eftir þessum minni. Þessi Ljóðs, þá rétt að taka fram að hér semst verið að samþykkja að boða til íbúafundar fyrir næstkomandi mánudagskvöld og aukafundar í bæjarstjórn næstkomandi þriðjudag, seinni-part. Þar af leiðandi verður lögð fram þá leið fundaáætlun bæjarstjórnar nýja ári sem hefur verið aðeins lögð hér fram í lok þessa fundar. Þannig að sú samþykkt undir. Samningar eru hér til kynningar fyrir bæjarfulltrúa. Þeir sem þekkja í samningagerð, viðskiptasamninga, þá ríkir þá trúnaður nema þær upphæðir sem í þeim að ræða. Þannig að ég ber þá upp til samþykktar þessa tillögu sem lýtur að boðun íbúafundar og boðun auka bæjarstjórnarfundar, næstkomandi þriðjudag íbúafundar á mánudagskvöldi sem hann samþykkja var skemmtur. Það sagði með nýja atkvæðum. Þá eru íbúafundur auglýstur með áberandi hætti. Sökum skilst mér nýs útburðarkerfis póstsins getur orðið einhver vandbrestur á einhverjum útburði heim en það verður þá nýtt til þess að allir þeim miðlar sem ráða að það sé vel auglýst. Þá erum við komin í lið sem heitir reglur endurgerð gamalla bryggju. Sem afskaplega skemmtilegur liður, en það nú þannig tilkomið að hér lögð semst drög að reglum styrkveitingar vegna viðhalds og endurgerð gamalla bryggja. Nú rétt að taka fram að þessi liður hefur verið til, að þessar reglur eða viðmið hafa verið til mjög langt áður. Held ég fyrst frá því árinu 2007, en þá var þannig bókað í hafnarstjórn þáverandi að menn myndu styrkja þá aðila, einkaaðilar sem eru með gamlar bryggjur til viðgerða og viðhalds og teyma ákveðin upphæðum. Nú 750.000 reyndar var lægra þá í byrjun, hefur smá saman verið uppreiknað. Og eftir þeim unnið en hefur vantað upp á að við værum þetta á skipulegan hátt sett fram, þannig að hafnarstjórn hefur
fyrir sitt leyti gengið frá þessum reglum í endanlegri mynd og bæjarráð hefur samþykkt það fyrir sitt leyti og þær eru hér komnar til staðfestingar í bæjarstjórn og menn sjá þar undir. Þarna er kveðið á að menn geta sótt í tengslum við uppgerð Gamalla bryggja við á sínum einkalóðum, styrka alltaf þessari upphæð og fengi hann greiddan út eftir framsetningu reikninga og þannig til þess að bara koma á móts við þennan mikilvæga menningararf sem í samfélaginu okkar. Veit einhver hvað þessi hljóðsreglum? Sævar Guðvarsson gerur. Já, forseti, þú getur fundað menn. Þetta er aldrei sniðugt mál. Stundum eru sniðugt mál á ferðinni. Búin að vera aldrei fengið hafnarstjórn, kannski of lengi segja sumir. En oft hefur við úthlutað styrkjum til uppgerðar á Gamlu bryggjum. Og alltaf höfum við vísað í þessar reglur. Svo áttum við að fara að grafa upp þessar reglur, hvað það eru til, en þá voru þetta bara vinnureglur. Sem voru svo sem ágætar og þessar reglur sem við erum að samþykkja núna, eða ætlum að samþykkja, eru þetta bara svona til þess að undirstrika það sem við höfum verið að vinna með. Og þetta var mjög skrítið þegar að Steini hætti núna og menn ætla að fara að fletta upp þessum reglum sem við höfum oft vísað í. Þá var engar reglur til, þetta er bara vinnureglur. Það er skrítið mál. En upphaf þessa máls er kannski má rekja alveg til ásins 2007 þegar Smári Geirsson var hér formaður hafnarstjórnar og ég var í fyrsta skipti í hafnarstjórn og lagði þá til að við myndum styrkja uppgerð Gamalla bryggja og reyndar Gamalla sjóhúsa líka og í kjölfarið komu nú engar styrkbeiðnir. Svo var farið að kynna þetta frekar fyrir þessum eigendum þessara bryggja því að við horfðum auðvitað upp á það þá að maður sér mynd á Norðfirði þar sem eru 27 bryggjur og var svona stór þáttur í menningu bæjarins. En í dag eru þær hvaða 3 eftir og við sáum fram á það að þær myndi allar hverfa eins og bryggjurnar á Eskifirði, Fáskrúðsfirði og hér. Og í kjölfarið á þessu var til dæmis gamli bakkurinn gerður upp hérna og það var svona ákveðin vakning í því að við myndum ekki bara horfa á bryggjurnar okkar hverfa, bryggjurnar okkar og einkaaðilar hverfa. Við gátum lítið gert varðandi einkaaðilana því að þegar við átt eitthvað þá getur ekki sveitarfélagið bara komið og gert það upp fyrir þig eða rifið það. Þannig að þetta var nú leiðin sem var farin að reyna að styrkja menn í því og hvetja jafnframt til þess að menn myndu laga bryggjurnar. Og þetta lítur líka að öryggisþáttum því að ef þú fær styrk til þess að gera við gamla bryggju þá þarftu að hafa öryggisþættina í lagi eins og þurfa að vera á svona bryggjum, stígar og annað. Þannig að þetta er mjög jákvætt og loksins er að koma reglur 12 árum seinna og það er frábært. En ég get samt sagt það og hef sagt það í hafnarstjórn að ég sakna þess svolítið að sjóhúsahlutin skuli hafa farið því að það er líka dálítið hverfandi, þessi gömlu sjóhús okkar, þeim fer fækkandi og gætu á allar næstu árum horfið ef ekkert verið það gert. En vonandi hafa menn nú kannski frekar not fyrir sjóhús en bryggju. Það var auðvitað ástæðan fyrir að þessar bryggjur voru allar komnar í niðurníðslu að þær hefðu mist hlutverk sitt. Það var ekki lengur verið að landa og útgerðirnar voru ekki að stunda útgerð frá bryggjunum. En sjóhús eru auðvitað hægt að nota til margra hluta. Takk. Það er Sævar, ég myndi eitthvað að greta þar að það er svo Sævar kom inn og þá voru sjóhús undir þessu vinnureglum í byrjun. Við teljum náttúrulega að við tökum afstöðu til þess á hverju sinni, eftir hvaða nót, hvort þú ert að bjarga menningarsjónum og svo framvegis. Minjastofnun er að spila þar inn í líka og horfum mjög til sjóhúsa og áttum fund með Pétur Ármannsson sem er í Minjastofnun svolítið síðan, eða núna fyrir nokkrum vikum. Það sem kom inn á þá nauðsyn að þeir eru að horfa svolítið sjóhúsum eins og Eskifirði. Þar sem þau eru þetta bara stór þáttur í bæjarmyndinni. En vilja fleiri hverjum hljóðs og reglur endurgerð Gamalla bryggja, svo virðist ekki vera, ég ber eftir samþykktar að við sáum þetta með 9 atkvæðum. Þá erum við komin næst í lið
9 sem er fjárhagsár 2019 viðauki 6. Ég ætla að hafa þann háttinn á, þessi viðauki eins og viðaukar sem eru í árslok hlutafjársáætlanir. Þetta er umfangsmikill og í mörgum liðum, en það snertir hann á mörgum þáttum í rekstri sveitarfélagsins. Ég ætla að kynna hann. Það hefur komið Óskar Ragnari Sigurðsson að fá að víkja undir afgreiðslu liðar og umræðum lið O og P í honum sem eru framlögð til hjúkrunarheimila sem hann gegnir því starfi að vera framlögð fyrir hjúkrunarheimila okkur. Ég ætla að fá að kynna viðaukann í heild sinni bara. Síðan munum við taka hann til afgreiðslu og undanskilja þessum liðum, þessi Ragnar er að víkja og við umræða afgreiðslu þeirra. En jafnframt hefur við beðið óskum að A-liður viðaukan sé borin upp sérstaklega. Og þannig að ég mun taka þetta í svona nokkur liðum. En fyrst mun ég kynna viðaukann í heild sinni. En hann er ýmsar fjárfestingar ákvarðanir, fjárfestingarverkefni, millifærslu milli rekstrarliða sveitarfélagsins, kaup og eignir og fjármögnun þjóðarbæðar. Hann er settur fram eins og kemur fram í inngangi til að mæta nokkrum ákvarðunum bæjarstjórnar, framkvæmdir, kaup og eignum og mæta fjármögnun. Ég mun nú stikla á honum stórum og fara svo í niðurstöðu hans í lokin. Fyrsti liður viðaukans fjallar kaup á búðarið 2 á Reyðarfirði sem var samþykkt hér á fundi 30. nóvember að kaupa fasteignabúðarið 2 og 51 milljón og vísa var til gerð viðauka. Þar verður fjármögnunin með lántöku að upp að 40 milljónir og örlítið handbar upp í eignasjóðs. Það er kaup á Sæbergi 3 á Breiðdalsvík. Það var samþykkt 20. september, tengist því að við erum að selja annað hús. Nei, við erum að kaupa Sæberg 3. Sæberg 3 var í eigu Borgartjarnarsafnsins sem var sjálfseignarstofnun var í eigu Breiðdalshrepps. Var sett í kringum Borgartjarnarsafn sem rekið er á Breiðdalsvík í tengslu við Breiðdalssetur. Þetta hús er leigt út af Náttúrustofnun Íslands sem geymir þarna Borgartjarnarsafn Íslands og jafnframt er notað til kennslu þar í kennslu jarðfræði. Kaupin eru 11 milljónir. En þetta er með langtíma leigusamningi sem greiðir þessu en enga síðan að taka tillit til þess. Þá er það nýtt þjónustús á Breiðdalsvík. Það var ákveðið að selja húsið að Selnesi 1 á Breiðdalsvík sem hefur verið áhaldahús að hluta sem hefur verið eftir húsið í sambýli við annan aðila sem rekur þar fyrirtæki. Hann mun kaupa það hús á okkur. Við munum kaupa Selnes 14 og 14B í staðinn á 9,5 milljónir og koma þar fyrir hafnarstarfseminni, sorpmóttöku og þjónustumiðstöðvar. Framkvæmdir í Oddsskarði sem tengjast verkefni sem þar var, endurgerð og breytingar á skíðasvæði, uppsetning snjókynning og fleira til þess að auka möguleika skíðasvæðins sem var 14. Framkvæmdir í Íþróttahúsinu á Eskifirði, endurbætur sem fóru fram yfir áramót, náðust ekki ljúka árin áður upp á 6 milljónir. Framkvæmdir skólameistar á Fossvogi sömuleiðis frá árinu 2018 upp á 4 upp á 22 segi ég fyrir ekki. Skólastofa Breiðdal, endurbætur sem voru í framhaldi af ákvörðunum okkar í tengslum við sameiningu að sameina leikskóla og grunnskóla, bókasafn allt undir einu þaki í grunnskólahúsinu. Það er framkvæmdir reyndist umfangsmeiri og vegna ýmissa aðstæðna sem uppkomu, bæði með leka í þaki og fleira. Upp á 81 er líka fjármagnað á jöfnunarsjóði. Breytingar á Egilsbúð til þess að fara með félagsmiðstöðina Atóm og félagsstað eldri borgara þar inn og losa önnur húsnæði sem munu þá fara til annarra nota eða í sölu upp á 12. Síðan mjög umfangsmikið náttúrulega í kringum okkar stærsta framkvæmd á liðnum ári og árum hefur verið í tengslum við skólavegur á Fáskrúðsfirði. Endurgerð hans, það er bæði skólavegurinn, eignasjóðurinn, vatnsveitan og fráveitan sem eru þarna í fjárfestingum töluverðum og eru náttúrulega að vera mjög umfangsmikið þess árið þar sem náttúrulega ekki ákvörðum að halda áfram og reyna að ljúka veginum og eiga það eftir að leggja yfir hann mestu leyti á næsta ára og þá höfum við loksins lokið þessari löngu tímabæru framkvæmd. Þarna er heildarkostnaður 78 í eignasjóði, í 92 í vatnsveitu og síðan í fráveitu 40. Sæberg á Breiðdalsvík sömuleiðis gatnaframkvæmd sem er upp á 47. Það var tiltekið í sameiningarplaggi okkar að það er farið í Sæberg sem var ómalbygguð og ófrágengin gata, tekið tillit til þess í framlögu jöfnunarsjóðs með innviðauppbyggingu. Snjómókstur sem hefur verið
gríðarlega mikill á þessu ári. 2019 var snjóþungt fyrir hluta þess árs. Síðast og stefnið það saman og setja hluta þess árs. Og þannig að hann kominn verulega fram úr til þess að hefur farið verulega fram úr þeim áætlunum sem við gerðum, þeim 75,4 milljónir. Fólkvangar, friðlönd, það eru framkvæmdið 3 verkefni við Söxu, Hólmanes og Fólkvanginn, 53. Síðan eru hér